Þá förum við í lið 4, fundarboð, umsóknir styrki og boðum þjónustu. Það 4.1. Beiðni stuðning við starf Hróksins í þágu barna og ungmenna á Grænlandi og Íslandi 11.7.2014. Og við erum með tillögu að styrkja Hrókinn 25.000 krónur. Vill einhver taka til máls það að orðið laust? Ef svo ekki, þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 4.2. Umhverfisstofnun, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 24. september. Og það til kynningar. Engin taka til máls það. Þá förum við 4.3. Ungmannafélagið Framtíðin 10.7.2014 beiðni styrk til að hátíðahalda í Þykkvabæ 17. júní 2014. Og það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn samþykki að vísa tillögunni eða vísa tillögun á vegum sveitarfélagsins til atvinnu- og menningarmálanefndar til endurskoðunar og leggja tillögur fyrir sveitarstjórn. Það svona seinni liður, en það fyrst að ákveða hvað á að gera við erindi. Ég held að það sé allavega rétt að fresta afgreiðslu erindisins og það í raun og veru í niðurstöðu hljóman á tillögunni að það auðvitað vont að við tökum afstöðu og vísum svo erindinu til nefndar. En orðið laust, gjörðu svo vel. Kannski bara spyrja, hvað var sett, vitið þið hvað var sett á summa í 17. júní eða á Hellu núna í ár? Og mér finnst kannski allt í lagi að vísa tillögu, sem sagt hvernig hátíðarhöld eiga að vera á næsta ári. Það kannski allt í lagi atvinnu- og menningarmálanefnd fjalla það, en ég held að sé réttar að við tökum afstöðu hér varðandi þennan styrk. Og þá kannski svolítið miðað við hvort að það var ekki lagður einhver peningur í 17. júní hérna á Hellu. Það var lagður náttúrulega peningur í 17. júní hátíðarhöld í sveitarfélaginu. Það ekkert eyrnamerkt einum ákveðnum stað í rauninni. En ég bara man ekki upphæðinu hvort það var 300.000. Bara man það ekki. Það liggur fyrir að summan 300.000, þess orðalagi var eitthvað nálægt í. En það hefur auðvitað verið þannig að núna mörg undanfarin ár að sveitarfélagið hefur styrkt eina hátíð í sveitarfélaginu og það ekki fyrir Hellubúa, heldur alla íbúa sveitarfélagsins þar sem að þeir hafa haft tækifæri til þess að sameinast á einni hátíð. Og það auðvitað erfitt alltaf að samþykkja einhverja styrki og einhverjar greiðslur eftir á þegar ekki liggja beiðnir það fyrirfram. Og þess vegna finnst mér atriði að fara yfir þetta núna, bara þessu gefnu tilefni og bara gott að hafa það alltaf í endurskoðun, hvernig við viljum haga okkar hátíðahöldum bara yfir höfuð, bæði þessu döðugjöldum og annað sem við erum að gera, þorrablótum og með hverju við eigum með hvaða hætti við eigum að gera þetta og þetta liggi fyrirfram og það geti allir vitað á hverju von. Og ef það ástæða til breytinga þá eigum við bara að skoða það og fara bara vel yfir það á bara breiðum grundvelli sem að mér finnst vera bara mikið atriði. En
það eru þetta fleiri 17. júní hátíðir haldnar í sveitafélaginu sem mér er kunnugt og þær hafa gert þetta á eigin forsendum og ekki nema gott það að segja að fólk komi saman og skemmti sér, því meira því betra í raun og veru. En Harpa, þú biður orðið. Nei, alltaf leið, það bara. En erum við þá af ekki fleiri valdsljós, þá vil ég bera þessa tillögu upp að afgreiðslu sé frestað og að erindinu verði vísað til atvinnu- og menningarmálanefndar til endurskoðunar og leggja fram tillögu til sveitarstjórnar. Þeir sem geta samþykkt þetta, gefi merki. Samþykkt með 7 samhljóða atkvæði. Þá förum við í lið 4.4. Bakkatríó, GG og Ingibjörg frá 23.7.2014 umsókn styrk til tónleikahalds á Sundlaugarbökkum. Þarna kemur fram að tríóið nýtur stuðnings menningarmálanefndar og í raun og veru menningarmálanefndin akkurat til þess fallin að koma að og styrkja svona uppákomur. En hvort að sveitarfélagið eigi að koma að því síðan til viðbótar, það auðvitað annað mál og gæti nú orkað tímælis og ekki sjálfsagður hlutur. Og mín skoðun sú að það sé eðlilegt að Bakkatríó geri út á þessu Sundlaugarbakka fyrir þennan styrk og vonandi bara gengur það vel og verður skemmtilegt. En ég held að það sé ekki rétt að sveitarfélagið komi að því frekar. Að minnsta kosti að þessu sé. En orðið laust. Ef enginn kveður sér ljós þá legg ég til að erindinu verði hafnað. Orðið laust þessa tillögu. Ef enginn kveður sér ljós, gjör svo vel að gúst. Óttvíti, kæru félagar. Bara varðandi þetta að þá þetta náttúrulega frábært framtak. Kryddar líf og tilveru hér í sveitafélaginu en ég held að það sé ég styð þá tillögu að hafna þessu en á þeim forsendum að þetta, eins og þú lýstir, hlýtur styrk frá menningarráði Suðurlands. Þannig að það komi fram bara. Sem við greiðum í. Takk fyrir það. Þá ber ég þessa tillögu upp að erindinu sé hafnað þeir sem að geta samþykkt það, gefi merki. Samþykkt með 7 samhljóða atkvæði. Þá förum við í 4.5. Reynir Friðriksson, 18.7.2014, beiðni þátttöku sveitafélagsins í gerð upplýsingakorts. Og þetta hið besta framtak og nauðsynlegt að það sé eitthvað að gerast í þessu eins og öðru og það liggur fyrir tillaga að sveitarstjórn vísi erindinu til atvinnu- og menningarmálanefndar. Orðið laust. Þetta erindi og tillöguna. Það kveður sér engin ljós, þá ber ég tillöguna upp að sveitarstjórn vísi erindinu til atvinnu- og menningarmálanefndar og þeir sem að geta samþykkt það gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá förum við í 4.6. Samband íslenskra sveitafélaga frá 4.7.2014. Boðun á 28. landsþing 24. til 27. september á Akureyri.
Það er tilkynningar. Þá förum við í 4.7 KPMG frá 4.7.2014 boðum námskeið fyrir sveitarstjórnarfólk fjármál sveitarfélaga. Ég legg til að þetta verði til kynningar líka. Engin athugasemd við það. Þá förum við